Finnur þetta hafðist heldur betur onni í dag, þetta er fallegra heldur en í Portúgal? Já, heldur betur. Okkur finnst við hafa verið ansi oft og öfumenda hefnunar í bara síðustu ár, þannig að það var virkilega ljúft að sjá þetta frá ofan í hann markið sérstaklega eftir þetta þriggjastaskot sem að Góa setur hann sem held ég hafi verið hálftíma hann á hringnum á hann á Lagoni, þannig að það var gott að sjá þetta frá ofan í svona eftir hvernig leikurinn þróast hann sérstaklega í lokin. Þessi leikur Svissararnir alltaf svona örlítið undan en þið aldrei langt á eftir, hvað telur þú vera að gera örlítið betur, þetta ekstra til að ná þessu? Ég held að svona kannski varnarleikurinn hafi verið svona heilt yfir betri. Ég held að hann sexanæra, hann hitti á dúndurleik, hann er fínn skotmaður, kannski ekki verið þessi maður skotmaður hingað til en bara þegar við mætum sterkum þjóðum og í þessum landsleikjum þar sem við afrum átt okkur á því að þetta eru leikmenn sem flestir að spila allir í sterkum deildum, þannig að við þurfum að velja okkur svona ákveðna hluti til að gambla á og pikka okkar eitur, þannig að gekk kannski erfiðlega til byrjun en við héldum planinu og mér fannst það bara ganga vel. Þetta svissneska lið, við spilaðum við áður í undankeppni og meðal annars fyrir undankeppnina fyrir 2017 þar sem þeir voru bara tiltölulega slakir. Þetta er allt annað lið sem við mætum í dag. Já, þeir eru það slakir að við töpum fyrir þeim í Sviss, þannig að þetta er allt annað. Clint Capela var náttúrulega ekki með og þeir voru með 2 stóra stráka sem eru ekki hérna í dag og það er töluverð breyting á þeirra liði bara svo okkar, þannig að þetta er fínt körfuboltalið og sérstaklega skiptuna þeirra tveir búin að vera bara góður undanfarin ár með landsliðinu en við sýnum það kannski bara að þetta var lífsnauðsynlegur sigur fyrir okkur bara upp á áframhaldi. Þannig að það var svona nokkuð sem stærsta sem að taka út úr þessu. Náttúrulega kannski allar vörum að sjá hérna Clint Capela spila í dag, hvernig hann hafa mætt Tryggva til dæmis hérna í dag. Já, ég held að Clint Capela, hann verður ekkert metinn þessu leik hérna. Ég held að hans leikur kannski hendi betur NBA-leiknum heldur en þessu amerískum bolta, því ég held að hann sé svona kannski töluvert takmarkaður og frábær í því sem hann gerir vel, sem ætlar að rúlla hringinn og verja körfuna og svona þess. En Tryggvi sýnir það bara nú aftur að þegar hann fær tækifærið og þegar hann kemur inn og fær sjálfstraustið og fær boltan svolítið djúpinn nálægt körfunni þá gerir hann ótrúlega vel og mér fannst hann óöppinn með þessa villu sem voru dæmdar hann í dag þannig að mér fannst raun og veru vandamálið að okkur ekkert að vera Clint Capela. Portúgal til viku, með hverjum búist það? Við verðum ennþá æfðari vonandi. Mér finnst mikill munur bara á því að sjá okkur spila saman í þessu leik versus fyrsta leiknum. Mér fannst við bara svolítið einkenndi okkar leik að þar vorum við strákar svona Jón Axel og Aron sem hafa kannski lítið spilað með liðinu undanfarin ár og við svona kannski búin að læra hlutina aðeins betur og það fannst mér strax svona komið meiri svona rytmi í okkur og ætlunin er bara að vera að koma í ennþá betri rytma þegar Portúgal mæta.